svo eru tímurnar hlé á milli úrslita. En þannig eru þær mættar Glódís Líf Gunnarsdóttir og Garún frá Þjóðólfssaga 1, 14 vetra brún stjörnótt undan Kráki frá Blesastöðum 1A og Glæðu frá Þjóðólfssaga 1. Glódís Líf kemur úr hestamannafélaginu Mána, keppir fyrir Arma Ellert Skúlason. Vertu velkomin og gangið vel. Þá hún Glódís Líf mætt í braut og Garún frá Þjóðólfssaga. Já, 14 vetra. Já. Komið með svolítið keppnisreynslu. Já, það er einhver reynsla þarna. Hún ekki 13 vetra? Já, 14 þessu árið. Já. Á 14. vetri. Já. Þetta er reynslu mikil hrista sem búin að skora svolítið vel í fjórgangi og tölti. Já, hún kannski svona aðeins svög núna á hegu tölti. Já. Svona kannski aðeins ofreist. Já. Svona Þegar þú segir hún sé ofreist, hvað áttu þá við og svög? Þá, þú veist, hún svona heldur ekki bakinu uppi kannski eins mikið og við myndum vilja. Frambakinu þá? Frambakinu og hérna, og þá verður hún svona, kemur ekki svona kveld yfirlína eins og viljum. Já. Svona verður svona aðeins öfug. Það koma oft svona smá taktgallar og svoleiðis þegar að yfirlínan er aðeins, já. Svona, já, ábótafinn, já. En bara hérna orkumikið greitt tölt, gæðin í töltunum góð, það er hérna taktreitt. Hún leysir þetta vel, góð gangskipting upp í stök. Já. Er þetta Lokadóttir? Ég bara þekki ekki, já, frá Þjóðólfssaga er það ekki líklegt. Já, bara hérna fínt stök. Svona, já. Þetta er kraftmikil sýning. Já, leifir hann að fara aðeins hraðar, sennilega upp á svif og að gera og hérna ekkert að því. Leiðarinn segir að þetta sé hægt og upp á milliferð. Já, stökk, það var alveg inn á marka. Já. Svona, það er kannski full mikið power núna á brokki. Inn í brokkið, hún er svona mótmælun aðeins og svona eins núna mætti teygja enni betur fram og kvelva sig betur og lyfta bakinu upp og herðunum. Svona, þá fáum við kannski svona aðeins 14 brokk heldur en þarf. Já. Og hérna þarna var hún, þannig að í lokin kom bara betri taktur þegar hún var að hægja hana aðeins. Þegar hún fekk svona beygjuna til að svona aðstoða sig aðeins með viljuna sko. Já. En annars er þessi sýning búin að ganga bara frekar vel sko. Já, bara svona engin stórvægilegir hnökrar eða Var ekki dagur keppti svolítið mikið á þessari hrissu? Já, það er rétt. Og pappas náttúrulega Sigurður Sigurðsson. Já. Í Þjóðólfssaga og hérna er bara svona meðalfett, svona mætti stika betur bæða fram og aftan, svona hvíla betur í skrefunum. Já, til þess að komast í hæstu tölur. Hæstu tölur. Þetta er náttúrulega bara knapi sem er virkilega keppnisreynslu vindur og hérna og maður veit að hún ætla sér átt. Já. Og hérna hún hefur lánað sýstum hestin sinn. Takk fyrir kærlega mikið meira á. Glódís og Garún. Hún er greinlega slefandi meirinn og þá er næst í braut hún Annika Hrund Ómarsdóttir.